Já, verið velkomin í hjamma.net á laugardegi klukkan 10. Með mér að sjálfsögðu naflinn mættur. Já, Edrú í gær. Edrú í gær, bara eins og alla föstu fyrir svona þætti. Þannig að nú get nýtt. Bollin, ekki edrú í gær. Hann var alls ekki edrú í gær. Það var sagt ekkert eitthvað þannig að þú var eitthvað hlæja, þetta voru nokkri galdi. Varst í ljósum það? Ég aldrei sé svona rauðar mann. Nei, Þú hlýtur að vera fullur í gær. Það var náttúrulega sól í gær, það þarf ekki mikið til og ég... Takk að hattin ofan fyrir þér. Já, takk. Sérðu mækaran. Mækaran alltaf litið betur. Ég var að klippa mig og... Herru, við horfum aðeins í sérðu okkur. Þú ert brún og ég er rauður. Þú ert ekkert eðlarur, þú er aldrei verið svona rauður. Nei, ég er líka eitthvað þurr. Stráka, Gabriel Pétursson segir Hjammi var að ljúka 3. sísónu með Spurs í FM, fæ ég ammó fyrir andlegt tjón sem ég orðið fyrir sökum þess. Já, ég var að henda 100 eurum á hann. Þetta er góð byrjun á þættinum. Herru, Júlíu Sveinn. Og þetta hefur átt að segja hæ við kallinn. Litla segir þetta. Veitu hvað það? Hann sá bolla á leiknum og þorði ekki að... Já, þú getur nú að þylja upp það sem við verðum að stefna. Sorry, aðeins hægur. Já, menn er að stilla vekjara klukkuna fyrir þessa veislu, segja menn hérna. Já, það er vel gert. Hjamma fann 29. Hjammi kom líklegast með besta kombo og Pringles ever núna í gær. Taktík hans er sturluð og hann er svo lipur á snakkinu að menn að vera líkinu við Neymar rosalega hvað var þetta bara? Menn er bara að sleika Hjamma upp Þetta er gott maður, shit, ég er bara byrjun á spjallinu. Stráka, við ætlum að naflið þannig að flýta sér eins og alltaf, þannig að við ætlum að halda þessu gangandi. Nei, það verður, þetta snýst ekki það. Við ætlum að fara... Ég er ekki að vera þetta pössun fyrir barnið mitt og allt annað og gera og greiða lögðarsmátni og svo bara þau stíld að flýta mér því hann þarf að fara eitthvað að leika sér. Við erum bara við í dagskrárgerð, við erum bara að halda sensum. Skrája, eitt hérna, það er early epic dettur í hádeginu. Þetta eru mikilvæg fréttir, early epic dettur í hádeginu. Og þetta er, ég má segja það núna, þetta er stóra fréttir. Það er bæði Káa og Þór, getur það verið í early win. Það er rosalt. Epic early. Þú veist veisla. Þannig að bara alveg kennst yfir. Já. Það byrjuð hæ? Peit. Já. Þetta er róttvægt. Þannig að svona virka bransinn. Svona virka bransinn. Herðu, strákar, það er enski boltinn. Við byrjum strax á þessu. Brentford West Ham. Við ætlum að byrja þess að fara, við ætlum að fara í barðunum brauðu eftir, við ætlum að fara í Brentford West Ham, leikur klukkan 2. Hann er ekki þarna. Nei, þeir eru að ná í hans strákarnir, þeir voru aðeins að fá sér nokkra Guinness í gæði strákarnir. Það er greinilegt. Ekki vakna heima á sér. Nei, ekki, það er nú aldrei. Þannig ekki nýtt í þessu. West Ham, Brentford, þá erum við með hérna, við skulum sjá þetta, 1.92, 3.93, 3.93, þetta er sérstakt. Tímabilið einhvern veginn, þú veist það er eitthvað allt undir hjá West Ham. Þetta er risalegur. Og þetta Brentford svo sem, þú veist, ég ákvæmspartu líka en West Ham tæpum 4 í stuðul bara fyrir að, þú veist, vera að halda það lífið sinni í deildinni. Ég held að West Ham tapa aldrei þessu leik. Nei, ég er nú alveg sammála því. Jafntefli, sko, já, alveg líklegt líka, sko. West Ham kemur og, ég held bara að þið vinni þetta. Sorry hjá mig, sko. Að West Ham taki þetta? Já. Já, það er heldur vel bóðið 3.93 á það. Þeir eru náttúrulega að vera trilltir í þessu leik. En Brentford, það var eitt sem Keli sagði við okkur einum þættinu hérna. Hann sagði þegar leikmenn Burnley áttu möguleika að fara í Evrópu að það var engin stemming innan hópsins. Menn nefndi ekki að bæta við sér fleiri leikjum. Vissu voru ekki að fara að gera þetta í Evrópu. Áttu ykkur möguleika og komast þannig ykkur í Evrópukenni. Fóru eitthvað tíma nýja. Já, fóru sér nýja. Það var engin stemming í þessu. Segi Keli Já, hann fekk innsti koppur Mér finnst það alveg meika sens Þannig að maður fór svona að hugsa getur verið þessi sama stemming innan Brentford Ég reyndar hef alveg talað á Jóhann Berg þetta og ég man ekki eftir að hann sagt að það hefði ekki nefndi sko, Keli svona, hann fer aðeins overboard svona aðeins inn á milli sko en ég held að sé alveg rétt að Kela Jóhann Berg og félagar þeir hefði ekki mikla trú að myndi vinna Evrópukeppnina sko en ég held bara að huga að fara sér annað á Brentford heldur en Burnley á sínum tíma. Já, ég held það og Brentford horfðu bara Crystal Palace núna sem var leiðin í úrslitaleik í Evrópukeppni. Nottingham Forest er mögulega leið í úrslitakeppni í Evrópukeppni. Þessi lið er langt fyrir neðan í deildinni. Evrópukeppni eru orðnar þannig í dag að fyrir öll ensku liðin, þetta er kannski Tottenham er þess að vann í fyrra. Nei, ángríns, við veist öll ensku liðin geta unnið Evrópukeppni í dag. Öll ensku liðin í efstu deild. Þú veist, að því að þetta er orðið svolítið kókapöskeppnir, það er öllu leift að vera með og þú mátt tapa jafnvel nokkrum leikjum og halda áfram og svona allt bara þægilegt og gott þannig að þetta er allt öðruvísi heldur að Burnley fór þarna á sínum tíma en ég er sammála ykkur, ég setti í
í hérna barátunum brauði sem hefur ekki gengið kannski sérstaklega vel hjá mér í vetur. Já, bara ekki gengið neitt. Nei, það kannski að þið ekki alltaf að taka 1.26 stöð og Hvernig var ég kannski að prófa einu sinni? ég sett á jafnteflið þessu leik Það er ekkert og ólíklegt ég verð að viðurkenna það, ég myndi frekar fara jafnteflið heldur en að sigur á Vestam á sama stöðli sko. Já. En X2, hvað fáum við þar? Ég ætla bara að klára það strax. Ég held að Brentford er innan leik. En 1.90 á Vestam jafnteflið með allt undir er góðu stöðl. Þú verður að vonast til þess að Brentford vinnið þetta. Þeir vinna þannig leik. Ég er svona bara fyrir þínu hönd, þá vona ég það líka Vestam er ekki búið að tapa mörgum leikjum undanfarið. Það er bara búin að vera flottir Ég segi X2, 1.90 virkilega gott Ég sjátt. sammála Mækar. Mjög gott strákar fyrir mig næsta Hann leik. ennir bara ekki að tala um eitthvað sem er í baráttuðu tóttum Nei, hann bara nei, næsti leik Það er bara okkar Sóna brút. Það er mögulega að skipta honum út hérna í síðustu 3 þáttum Já, hann verður ekki bara veit jafnvæg alveg Þú hefur ekki taugar í þetta Mægari, ég veit að hann er Brentford ekki klára fæður. bara hann leik. Þeir klára hann. Legðu inn á mig og ég skal taka Championship þátt með þér fyrir í ágúst en þú hefur ekki taugar í þetta Newcastle Brighton, þetta það er margir á því að þetta verður skemmtilegasti leikur dagsins. Já, hverjir eru það svo sem? Það er bara gárungunir, þeir segja þetta verður markaleikur. Er það ekki? Jú. Ég bara fann það og við vorum að gera hjamman, við vorum að smíða hjamman, ætlum að kíkja á hann eftir smástund. En Newcastle Brighton, þetta er ekki klassíski 3-2. Núkastul? Nei, bara öðru hvorum. Núkastul er náttúrulega líka bara sko Þeir eru ruglinu. Þeir eru bara í sko skýta málum eða bara, þú veist. Þeir voru að fara yfir þá Leeds í gær sko Já. Þetta er orðið það slæmt Þeir eru búin að tapa Leeds er 5 komið leikir í yfir. röð. Já, ég held ég að setja þetta í hitt og þetta hjá Fjórum mann. í deild. Ég held ég að setja þar Newcastle myndi bara vinna ég trúi ekki öðru heldur en rífis upp núna Brighton með ekki, Brighton búin að vera fínir Brighton mögulega formið undanfærið, alltaf Brighton liðin, þú veist, eru bara sennilega svipuð að gæðum því miður, Newcastle áara með betra lið en bara með þeir segi 5 leikir röð ég trúi bara ekki öðru að Newcastle rífið sig í gangi í dag Nei, ég er alveg sammála Þeir eru ekki eins og slopnum við fallstrákar Nei Líka maður hefur ekki horfir á formið á Newcastle og þessi bara, það hlýtur sigurleikur hlýtur að fara að dekka Þetta er galið Mér finnst það bara svo skrítið sko, hvernig Eddie Howe er búin að stilla þessu upp orðin 2 mánuði Einmitt Spjalli segir hérna, Hlynur segir verður snáka olíu sölumæðurinn Eddie Howe rekinn seinni partinn. Ég held ekki en mér skrítið er kaupa 2 rándýra leikmenn Voltemate sem var ágætu fyrir áramót og svo Vissa sem var flottu með Brentford og þeir eru bara þeir vantar alltaf mörg, er ekki að gera neitt þeir eru alltaf á bekknum Sko, ég skil þetta ekki alveg Gabriel Pétursson kemur hérna og segir Breaking News er með áræðlega heimildi verið því að Aron Sisi er næsta landsliðsvop í júni. Já Þessi mistari hefur tímið bara ekki hugmyndum hann er í júni það væri á morgun Hann segist við með áræðanlega við slum sjá Nei, ég held að hann verði ekki Aron fyrir ekki íska boltan eftir eða nafnum að drífa sig það mikið að það er ekki tími Hann máli fara fyrir Nei farðu bara fyrir farðu bara að leika með hjöpa Þetta er bara Herru Nafli, hvernig fyrir þessi leikur í marka, í tölum 2-2 2-2 1-1 2-1 Newcastle Já, ég ætla að segja 3-2 Brighton 2-3 Flottu stuðull á þetta jafntöfli sko. Já, 3-54 Nei, það er annað 3-67 Sko, ef við förum örstuðstrákar og sjáum Hjamman kíkjum á Hjamman kíkjum á Hjamalim Er hann ekki nokkuð bara Hann er nokkuð hár í dag Glæsilegur Já Þetta er geggjað Hjammi Viktor skorar Vestam jafntefli Ég setti það inn bara Vestam Þetta er sem við vorum að tala um X2 Nei, þú setti bara jafntefli Nei, Vestam spannst ekki jafntefli Vestam sigur eða jafntefli Newcastle sigur yfir 2,5 mörk í leiknum Þessi er góður Þessi er bara helviti líklegur maður missir náttúrulega honum eins og alltaf Já, þetta er uppselt Þetta er uppselt strax Þessi er góður, 16 Það er nú langt sem við erum með svona góðan Eina sem maður náttúrulega stressaðar er bara að Jökeris Hann setur hann Ég náði honum Hún náður honum Ég náði honum Það er svoleiðis Ég er bara kemst ekki á netið Nei Er þið ok, spurum í næsta leikstróka Það er Wolves Sunderland leikur sem kannski skiptir minnst máli bara af öllum leikjónum í dag Já, það ekki? Og hvað gerist þegar leikir skipta litlu máli? Það verður veist Af hverju koma mörkin? Þetta gæti verið mörkin upp Mörkin Mér finnst það ekki ólíklegt Hvað er bara, ef við skoðum bara, hérna við sjáum bara línuna á mörkunum Hvað
Þú veist, nú þetta Við þeir förum eru yfir vantilega, 3,5. já, þeir eru Já, alveg já. hugsið eins og við Já. en samt Samt. 4 marka leikur Mér á finnst það vel 3-8 boðið. Mér finnst þetta vel boðið. 2,5 og 2,09. Já, 2-földun Þetta er glæsilegt sko. Mér finnst þetta vel. og líka bara 3-8 á 4 marka leik Já. Býtum við, góð saga naflanum, við strákarnir unnum í hjólinu á dönsku, svo maður nafla með kvolpaugu og gæti ekki annað en gefa honum 2 bjóra. Svo tillir hann sér með dömum og brjálaði að gera snabbt Á Snapchat, já á Snapchat. Þetta er rétt Þetta er rosalegt. Þetta er þá gömul saga, ég hef ekki farið í miðbæni í einhvern mánuð Hálft ár Hún er mjög gömul. eldgömul. Július Sveit segir Sunderland and over 3,5 er gefins. Ég myndi ekki þóra að fara endilega eitthvað í Söndiland þú veist, það geti verið alveg Úls getur unnið leik. Þetta Sunderland er er bara ódreynalegt helviti Sunderland er í svona smá Ég brasi. fer alltaf í mörkin í þessu Töpuðu Yfir 5-0 síðast og þar á undan 4-3 og 9 mörk á sig í 2 leik. Já. Það er eitthvað að hjá Sunderland. Mörkinu Þeir eru bara komni með hausinn og lokahóð Þeir eru bara slagir Það er Lokahóð. svaka Var ekki einhver að tala um að þjálfari var í tæpur í starfi Jú, þar, jú, fari ekki jú, í Evrópu og eitthvað jú, svona jú. kjafta. Ég er ekki, þú veist, ég veit að, þú veist, ég þekki mína menn sem að búa til stuðla í hérna bett heimum og það er okkur gæjar eins og þið sem að halda þessum síðum uppi. Það hefur verið vita lengi og ég er bara, það kemur ekki dórsleik og það er bara 0-1 eða eitthvað sko. Og allir búin að móka og hlusta og villisni eitthvað over 3 komið bara mörka því það skiptir einhver máli. Ég held bara að menn sé ekki að nennis. Það er fast skotið á mig hérna Stefán Kongur á maður að hlusta á hjamma þegar hann segir þetta sé óversleikur eftir PSG Bayern. Það var rosa Það var nú bara eitthvað sem ég var að velta fyrir mér hvort það gæti gerst. Hvort það gæti farið undir 2,5 Ég var ekkert eitthvað að segja að það myndi gerast. Jú, þú varst basically Það er að alls segja. konar hluti sem geta gerst. Já, það er að flotta Er handbólti spilaður í Kýrþey? Já, ég myndi halda það Það liggur við Herðu, tökum það, þú veist, handboltspilar í Kýrþey. Það er ekki nóg með það að auðvitað er spilar í Kýrþey að það er engin umfjöllun. Ef það er ekki umfjöllun eitthvað, að það er það í Kýrþey. Þannig er það bara í lífinu. Og það er engin umfjöllun og það er alltaf bara handboltanum að kenna. En að þeir þurfi eins og Valur, þeir þurfi á öllum þessum dögum sem eru í boði þurfa þeir alltaf að henda körfinu og handboltanum á sama daginn. Það er með bara við lífsins ólík. Það er óskiljanlegt. Ég er svo sammála þessu og líka bara ekki nómið það Og svo líka fótboltaleikur jafnvel. Já, einmitt sko og ekki nómið það líka að þetta sé að spila á sama tíma og Karvan með á sama leikdegi og Valur í körfunni að spila ekki spila deginum undan þegar það var hérna Tindastóll Stjarnan eða eitthvað kemur þetta bara á sama tíma á sama leikdegi og Grindavík Valur why? Já, ég er að segja það. Þetta er bara það sem ég var að segja. En stráka, við erum að halda okkur östutt. Ég er að fá frá okkur tölur, Múls Sönderland, tölur frá því maður. 0-1 Sönderland. Ég ætla að segja Ég fyrir jafntefla á þessu Ég ætla að segja Mér gæti bara að gera meira samankunni sem leikur. Fyrsta mönnum úti sem hafa gaman. Já, setið þá 0-1 Sönderland, 2-11. 2-2 fyrir þessi leikur Markaleikur 2-2 Mörkin upp. Mörkin upp. Ég segi 3-4 Sönderland Þannig erum við að tala saman. Þessi leikur hefur full potential í það að toppa Tottenham Úlfarnir síðust ekki sé leiðilegasti leikur úrvalsdeildarinnar. Ég held að menn væri mæti léttir en þetta verður svolítið svona bara Já, ég vonandi. Góð stemning, Ég sól, bara að fara eitthvað á móti. Ég veit ekki hvernig veður er í London. nei, Ég er ekki í London, þá er ekki í Englandi, þá er ekki droslega mikið að kíkja á veðurspána. Ég get alveg sagt ykkur að það er sól í Manchester og búið að vera síðustu dag rosa Frétt af einu meistar á Kjalarnesi sem er víst að ná að horfa á þetta í gegnum eitthvað loftnet í Afganistan. Það er svoleiðis Það er alveg metnaður. Sjátt á loftneti Já, af Afganistan já, það er ekki almennu gómur að fá tjáningarétt inn á Insta-tjattinu sem maður getur svarað fyrir þessa þvæli sem ásett það er hann inni. Það er verið að vinna í því að vera að hugsa. Það getur dottið. Getur gómurinn en almenna svo hann segir, getur hann ekki svarað? Nei, hann getur bara lækað og Hann vil fara að svara fyrir sig Það er aldrei bollin og reyna að komast þarna inn. Ég hef ekki fengið tröstið Nei, þú ert ekki að fara þarna inn. Vestam sigur Ég neldi hvað 9 stuðli í vikunni, við klikkuðum báður í gær hjá mig, ég og þú. Ég var samt svo tæpur maður. Við klikkuðum ekkert. Já, með 2-3 rétt. Hvernig vinnur afturöldi ekki heimaleika móti Völsungs? Strákar, það er bara út af þeir eru ekki svona góðir Eitt hérna strákar, er Hjammi að tekka mikið á töflunni í dag, Vestam sigur og Hjamma fjöla geta pakkað saman. Vist það er svolítið þannig.
Já, ef það er Vestam vinnur hann leik í svoleiðis. dag Það er búið. þá er þetta bara erfitt Það ekki? Nei, erfitt, er þetta ekki bara búið? það er nánast búið Nei, hvað meinur þú? Séum bara vinnur Tottenham sín leik já, þetta er bara, þú veist, þetta er samt alveg erfitt við verðum að það er vinna mjög- það er mjög- Sko þegar trúin er farin, Já, þá er þetta búið. ég skilði alveg, þeir eru ömulir það er mjög erfitt fyrir tóttar með vestan vinnur í dag í sammála. strákar, á förum við í Arsenal Fulham erum við ekki að fara að sjá einhverja veislu þarna Nei. einhverja rosalega skemmtur En ég held að Arsenal vinni þetta þennan leik ansi þægilega. já, er það ekki Við erum nú búin að segja það þetta sístu 10-30 og þeir hafa aldrei unnið með meira en einu marki ef þeir hafa þá en unnið það sko. er þægilegt hjá þeim. Það er bara skora eitt og eru solid og... Já, Það var Fulham vann, ég sé þetta svo oft Fulham vann síðustu helgi Aston Villa 1-0. 1-0. og þá gerðu þeir nákvæmlega eins og Söndalangaðirnir og Bolli var að tala á hann þeir fóru beint að hugsa lokahóið beint Mæta inn í slakir. klefa eftir leik Mæta slakir. og ég held að Fulham vinni ekki fleiri leiki í þessari deild Nei. nema mögulega Úlfana heim einhvern tíman þeir eru bara slakir, þetta er bara flott að enda þetta móti Aston Villa og heimaðalli vinna Er þetta ekki bara 3-0? ég held að þetta sé mínus 1,5 Arsenal þetta vinni þetta bara 2-0 jafnvel 3-1 þeir fá ofta á þessi mörk Arsenal sko já, ég held ekki í dag nei, ég er sammála Jamma mínus 1,5, 2-4-2 já, ég er svolítið hrifin af þessu mínus 1,5 þetta vissum við þetta góður stuður já. strákar. við Þetta vorum er að tala um frábært þetta það sem bet síðan halda Já. það er halda að Arsenal skori í leiknum Já. og svo bara reynar að gera allt til að drepa leikin Nei, að það verður ekki þeir eru að fara í meistardeild á Já, þriðjudag já. en þeir eru bara með samkeppni í liðinu sinu já. og menn vilja að En spila við á þriðjudag rættum þetta samt eins og móti Newcastle þau rættum að þeir hefðu þurft að vinna þann leik þú veist, 2-3-0 já, og- svo er það líka, ég er bara að glema því náttúrulega auðvitað markatala, Já, já. nú þetta er Þeir alltaf verða spurning að taka auka stig markatala. Já, mér finnst ekkert í leik Arsenal benda til þess að þeir eiga að vinna innan leik með 2-3 mörgum Arsenal með vinna innan leik, það var engin afgangur að því þeir vinna leik 2-1 Aha. nei, þetta er Ég bettið Þeir mínus verða. 1,5, hann segir 2-4-2 2-1, þú segir yfir eða mínus 1,5, hvað segir þú? 3-0 já, þú ert mínus 2,5 Já, það er það, þú veist, ef þeir vinna ef nafnilega rétt fyrir sér, Fjórir, og þeir vinna 2-1 Já, já. ok, þá er þeir vissulega konum þess að 60 að fórust á City, en bara 2 mörg hann City það bara að taka annað leikið sinn á einhverju flugi, þá er þeir bara konum í mun betri stöðu fyrir, næstu 2 leikir eru síðan City þeir eru á mánudaginn, Já, svo já. spilar á undan næstu helgi, en þá kannski þurfa bara að taka flugelsýningu öðrum 1-0 í hinum, þá kannski 3 leikir eftir City með 3 mörg á þá þeir þurfa að vinna þennan leik stærra þetta er góða punktur ég held þetta sé, ég er sammála bollarann, þetta er 3-0 bollanum, já, mér líka ekki Það er korrekt skor. nei, ég er sammála honum í korrekt, já, bara þetta verði mínus 2,5 2,5 Mike hvað er búinn það? að 4 koma eitthvað 4,48 Mike búinn um 5 mínútur að ræðu um það að Arsenal sé bara að vinna með fleiri en einu marki og síðan kemur hjá mig og segir sammála bollanum hann er búinn að vera Það með fekk sem nokkra kaldinger. stráka, býtur við, vill Wilson pizza ekki skemma partíi fyrir nullurun jú, margir, ég held að fóla að gefa þeim að leika, en innst inni þá nennar þessi ekki eftir ég sá bolla syngja og tralla ekki að þróttur á stúkunni get ég staðfest að þróttu fyrir beint upp Já, það er rétt. strákar, þá er að Bournemouth Krista Palace mér er byrjað að gruna núna hver Július Sveitner Hákon þetta er alltaf Hákon sko Nei. er það Bournemouth Krista Palace sko hvað, þú veist Bournemouth með sigri ég ætla ekki að segja að ég komin í bullandi síðan sem meistaraldsæti en þeir eiga þá allan á smásjens ef Aston Villa tapar þessu leikumóti og Liverpool klikkar eitthvað já, ég meina, þá er ég komin í smásjens 6 stigum á eftir mér veist Bournemouth búið að vera og með sjötta sæti gæti actually endað í já, en áttum okkur því að sjötta sæti nei, jú, það gæti Jú, endað í ef Aston Villa lendir í... nei já, Aston Villa, já, ef þeir vinna Evrópadeildina enda sjálfur í sjötta sæti Nei, ef Aston Villa endar í 5. sæti og vinnur Evrópadeildina og fara bara 5 lið staðfest, 4-5 þeir þurfa að lenda fyrir neðan 5. ég er sæti að segja það, ef þeir lendi í sjötta já, sæti þeir lenda aldrei í sæti, þeir eru alltaf mörg stig á það ekki? og ef þeir lendi í sjötta sæti og vinna með Evródeildina þá fara 6 lið þá fara 6 lið, já. en ef þeir endi í 4. eða 5. eða 3. Já. og vinna Evrópadeildina þá fara bara 5 lið það getur allt gerst í þessu getur Aston Villa að fara í sjötta sæti, þeir eru ekki með eitthvað 9 þeir stig eru 8 stiga mun á Brighton já, nei, þeir fara aldrei í það en vandamáli með Bournemouth er það þetta er ekki fyrsti leikur núna í smá tíma sem Bournemouth fær lið sem að nennir ekki að spila leikin og er að spá einhverju öðru Leeds sem daginn munið voru að fara í Chelsea leikin 2-2, já. Ég skýt hrættur við þetta sem gildar líka já. þeir eiga við að vinna, Krista Palace er yfir á móti hvað Sjatkar, já, þeir eru bara konið áfram þeir vilja samt mæta með besta lið í þann leik Já, þú veist, þeir byrja alveg virðingu fyrir Bournemouth þá að vinna þetta en þeir ekki spila fyrir á 50 daginn hennan Evrópuleik sko
Geta alveg leitað í 4.20 þessi leikur. Það er 4.20. Ég held að Jættibli, það sé ansi líka. það er nú spennandi fyrir bollan Svo er líka hættur þjálfarinn á Bournemouth eftir tímabilið. Það líka Já, tekur já. aðeins, ég skildi það ekki alveg. Tilkynnar Okkur bíða þetta Ég þól ekki svona þegar menn tilkynnt eitthvað svona þegar einhver leikir eftir Við- Svona handboltadæmi, þeir eru Já. að gera samningi handboltanum og svo, já, hann vætir. Ég bara, yes, þess er að koma í mitt lið. Svo smáaletrið, 2029 spilar hann sin fyrsta leik. 2029, verði ég á lífi það? Fyrsta Það leik. veit enginn. Jón Skarp segir ég hefði farið með Júlíu Sveini vinnu minn á þróttarleikin í gær en ég hef búin að ákveða að fara ekki til Reykjavík með samfylking sem við völdi borgir Það breytist núna, Jón Skarp. Alveg pottitt. það er helviti harðir þetta sko Það er rétt á hann. ha, Já, það er nú Gat við skulum sjá að það hefur verið skautað Þetta er yfir örstuð, selana við ætlum mína. að klára bara Bournemouth Krista Pallas Bournemouth vinnur þetta. Bournemouth vinnur þetta Ég ætla bara að segja óvænt jafntefli. Já. Það er því að það er svo góður stuður. Já, ég er svolítið sammálaður Já, mér er drull Ég er sammálaður eitt bara. Ég segi bara drull. Já, mér er drullu saman Þessi leik, ég tveir, segi bara Úlfarnir 2-1 Söndil, fyrir það er Bournemouth. Bournemouth Crystal Palace. Fyrir virðingu fyrir öllu leikjum Herru, ég baði eitt greið í gær bara þegar þú er gaman að íþróttum að setja bara í eina sekund á Eurosport og sjá hvernig borðið leit og þetta var lengsti rammi í sögu hérna snókisins. Það var einu sem ég baði bara til að síða, það voru 8 kúlur, þær voru svona við hotgatið, rauðar. Þetta var ótrúð, ég var aldrei að séð svona. Hann baði eitt greið á netti. Hann bara reif kjátt, það kom bara með stæla. Þegar ég sagði, herru, setja hans á Eurosport og sjáu hvernig borðið lítur út, það var bara gaman. Nei, takk. Kom bara. Já, mér var hálf misbóðið í þessu chati að sjá hvernig hann svaraði Er það ekki? Jú. Svo ég hafa rosa gaman á Úlfunum Söndiland að því að hann hefur gaman að því. Strákar, ég ætla að henda ég ætla að henda 100 eurum á Júlíu Svein frænda hjá mér ekki láta eins og munin ekki eftir mér Júlíu Svein að færa 100 eurur Hvað, því þú myndir ekki eftir hún? kíkjum á förum á naflan á Bettbildir Þú reyndir að skauti við hennan þessi er góður Já Arsenal sigur yfir 0,5 fjöldi marka undir 2,5 hotspinnur yfir 1,5 fjöldi spjaldi leik Declan Rice það er eina sem er hann Þetta er ekki skot á mark, þetta eru 2 skot bara já ok, þetta er ekki á mark Nei, þetta er bara að skjóta boltanum í hann eitthvað gerir það tvisvar hann eða skallar hún eina sem er ef að Arsenal verða 2-0 yfir í hálfleik þá tekur hann út á 50. annari það er svona þetta er alltaf hættu að vera með þess að þú ert með stóra kallana Ég held að bara taki ég ekki Declan Rice út af. Nei, er hann mikið að taka Declan Rice? Nei, bara ekki neitt. Nei, ég ætla að segja Kannski 89. Já, ég skal lofa því að tekur hann ekki út af á 50. annari mínútu. Nei. Og þessi yfir leikur. Við þurfum að fá stuðla þetta. Við fylgjumst með þessu live og eftir í dag þegar hann fyrir út á 50. annari og ég renni og láta Declan Rice er svona síðast eitthvað Hvað er stuðli sé á það að fara út af 50. annari? Hann er svona Ég skal viðurkenna það að hann var út á síðast einhvern tímann út af, þú veist að spila ekki heila leik var á 1. mars og fór á 77. Já, og það var auðvitað 3-0 eða meiddur. Verið neldu niður hérna rétt á undan Þannig að við skulum sjá Rosa spes að taka Declan Rice út af 50. annari. En allavega, stuðlinn er 5,5 og ég bara, Þú er stoltur á þessu? Ég er stoltur á þessu Já, mér finnst það fínt. Einu möguleikin, það sem getur klikkað þarna, þetta er fínn seðill hjá honum. Takk. Það sem getur klikkað þarna er að Fulham komist óvænt yfir 1-0. Arsenal geta fengið mikið hólspilnum í kjölfarið og síðan er þetta náttúrulega Declan Rice er náttúrulega það lítur að hækka sigur. Þetta er alveg fínt. Þetta er fínt sér. Sko, það er hérna Gabriel Pétursson, ég er nýbúin að gefa honum efur, en hann skýtur samt átti eftir að gefa Jóni Skarp, hann er með lengra ammóstrík en Bruno en GA-strík. Já, hann er þetta að fá í hverju þætti. Þetta er hastskotið. Það er gaman að þessu. Stráka, það fyrir við morgundaginn, Sunday Funday, höldum honum áfram og við búum með Bournemouth Crystal Palace, við erum í Manchester United Liverpool. Wow, 14:30 á morgun. Þið verið væntanlega að vakna upp eftir eitthvað svaðalegt jam. Nei, það er rólegt í kvöld. Nei. Ert þú ekki að fara að fá þig mækari? Nei. Manchester United Liverpool. Ég er að fara í ammali á Gilsarinn eftir Badnamali En það er Gilsarinn einin sem ég þekki sem er alltaf með allt fljótandi áfengi í badnamalum sko. Það er ekki vist það Og hérna þannig að ég fæ mér 1 kaldan En svo er ég bara með guttan, ég er að fara með hann Þið tekið svo leigubíl heim til feðganir Við erum í leigubíl Smá hæfitur að ferða okkur feðgana Ef ég þekki Gilsar rétt, þá reynir hann að plata mig til að vera áfram og hann bara verða að leika við guttan sko, til að
Pilsarinn elskar náttúrulega KR Valur í kvöld það er Þannig að ég rosalegt. kemst ekki á annað því ég ætla að fara á körfun á morgun frekar Já. En ég tek bara svo bara stór dagur á morgun Það er bara risa dagur Stór dagur í Garðabænum Stjarnan þarna Stjarnan nýja Ía og svo beint í körfuna Naflin mætir á svæðið og Mike er United með. Liverpool Ég mæti á leikinn á morgun Þú verður að fá að sjá- Lúli Jónasar og Hvar situr Kristín í Aguilera stúkunni? tónleikum og missir Lúli Jónasar er er úti Tók hann ekki flugið fyrir heim? Ég er ekki svo viss Þetta er náttúrulega þessi Kristín Aguilera tónleikar sem hann mátti ekki missa Hvað sagðir þú hjá mig? alveg Kristín Aguilera Já. Hvað sagðir ég til. að mig? Hvað varst að segja mig? Hvar siturðu? Hvar sit ég í... Í stjörnunni? Og ertu einhvers staðar á gólfinu eða? Nei, Mike. Nei, Kortsæt. korfun. Ertu- Kortsæt Já. Þetta er einhvers stað fyrir aftan körfuna Já, geðveikt Og sætur. flott að borga pening fyrir það Það er bara geð Það er geðveikt. Nei. Stemning bakvið En að vera Það en var að hafa- engin stemning þar En að hafa Ég er það bara inn í stjörnudæminu eftir Ég En var að- bara við körfu En að hafa í boxinu uppi Hjá svölunum þar Það var flott að komast Þar var ég í fyrra Já Verður strákar, Það verður ekki Manchester fáið United þangað Liverpool, núna? nafni. Nei, ég vil verið í stemningunni Þessi Napoli. leikur, þetta eru eitt af þessu skemmtilegu leikjum ásins Manchester United Liverpool Ég er alveg sammála Mike að segja í þættunum sínum að hann er leiðilega seint á tímabilinu sammála því. upp á spennuna að gera og svona. En þetta er alltaf risa leikir og ég held líka bara ég ætla að vona að United fari ekkert of illa með það þetta fari ekkert 3-1 Hvað sér þau? vonandi bara United fari ekkert of Já, illa já, hvernig er það? Bara 4-1 eða með eitthvað? bara 3-1 Já, 3-1, já. kannski getum alveg látið það næja bara En ef þú ert alveg faglegur Hvað, svona Gunnar En Liverpool getur bara ekki neitt 3-1 Já, Hefur 3-1 séð síðustu leikju á Liverpool? Þeir geta ekkert Nei Já Kemi, þú er svona hlutlaus Hvernig sér þetta? Ég hef náttúrulega Liverpool vann Krista Pallas 3-1 Já, og það var bara ekki góður Þeir unnu Evertón útivelli 2-1 Þeir eru bara búin að vera að Sigur vinna leiki marka, þú veist, hann bætti bara við þangar til skoruðu Já, það er, hvað meina? Og reyndarleiknum þar á undan þá unnu þeir Fúlam 2-0 Já, Þannig að það er nú Já, vá Þið voru að Þeir eru bara búin að vera að vinna leiki Já, þeir hafa unnið sleiki, þetta er rétt en þeir hafa ekki verið samfærið í þessu leikjum Þið voru að tuði Já, mér því aðan að fyrir að vera Og Manchester United hefur verið rosalega samfærandi Nei, ég er ekki búin að spá, nafni bara búin að spá Þið voru að tuði mér aðan fyrir að vera glaður að háka unni ægi og gróttu en þú veist þið er bara sama Nei, ég sagði bara Svo kom ég Akkurat. Þrjú stíði ég pókan hlusta ekki En eftir sem að Leopold hefði unnið bæði ægi og gróttu Nei, ég er ekki Magari, hvernig líst þér á þetta? Ég bara, eins og ég sagði þetta og nafni var að segja, þá er leiðilegt þetta er fyrsti United Liverpool leikur í mjög mörg ár sem að skipti bara engum máli Já Þannig að ég er alveg rólegur, maður er aldrei rólegur yfir þessum leikjum en ég er helvíti rólegur yfir þessum Það er svo Auðvitað er gaman að taka þriðasætið það er ekki, þú veist, það er gaman að enda fyrir ofan Já og ég veit að það eru menn hér og úti með alvöru bett á móti hverjum öðrum hver enda ofar, það er helst það, þeir eru stressaðir en ég er ekki með neitt þannig í ár þannig að en ég er sammála United hafa verið mjög slækir undan vera þessi tvöli eru bara gríðarlega vonbrigði en ég er alveg sammála nafnlanum, ég meina þú tapar ekkert fyrir Liverpool í dag ekki verið topp 10 lið Nei. Og þú segir, Jésús þú smiðar nú bettbildir á Já, mig. ég Ef að kíkja á smiðaði hann, bettbildur þá kannski sjá bara hvað þú sagðir Já Herru, býtum nú við, breaking news flugvélin sem Vestri átti að taka í dag lendi ekki á Ísafirði og mun fylgir Vestri vera senkað eða aflýst Lendi ekki í Reykjavík mannur Það er bara Nei, hún verðist ekki að lenda á Ísafirði til að ná í það eitthvað sko Vá Herðu, ég er ánæður, Jakob, ég er sammála Maður gríði þessi ljótu United glíður aður og ríði þau í gang Vá Segir tjatti Já, en sjáum Nei, þetta ég er ekkit við sem að þetta getur að leita að jættefli Við töpum Bæðileg ekki skora, Vestri jættefli yfir 7,5 hótspinnur Bruno Fernandes, skotamark Sóboslæ, Það skotamark er rétt að vona Mér finnst þetta Sóboslæ fínt séð. skjóti á markið Ég veit ekki hvað að gekka þarna Þetta eru tvær lélega varnir Já Ég er reyndar ætti Lísandro Martínez að koma inn í dag eða eitthvað Er hann ennþá í banni? Fyrir eitthvað sem að gerði ekki neitt Það var náttúrulega bara þvæg Það var náttúrulega bara ljótt Við hefum okkur náttúrulega hent bara í þriggja fyrir og Arima, hvað er komin? Hann er í leikbanni í dag líka Það er Já, morgun ótrúlega sé Hann ég. er ennþá í leikbanni Sala er ekki með, sennilega Nei, Nei, en eina sem ég segi Það er munar tvekja marka mannu auðvitað á sísonu Sala, hvað er hann með? Hvað er hann Það er með? bara- fullt af mörg Vont fyrir- Elvar Þór sér þetta, menn allt þetta á Mike nema mannstæðan dróða því miður Ég segi- Leifbóli vinni Já, Eina sem ég smekur Ég tek hennar segil Eina sem ég smekur er náttúrulega Bruno er bara eins og leikstjórn bara eins og Rajon Rondo núna þessa dagana hann er bara að dreifa Já, hann þarf að skjóta marki í þessu leik Ég er smækast það að Sópar Slæ spili jafnvel í þessum bakverð hann hlýtur að vera á miðjunni í þessu leik þá skýtur hann alltaf getum við fengið að sjá Bollan Ég fekk brjálaðiskast eða Sóboslæðir í bakgrunum Hann fekk Bollin var með hérna, sjáu þetta bæðileg skora já, yfir 3,5 Á Liverpool Yfir 3,5
yfir 3 fjöldaspjölda leik á Bruno Hann er Fernandes. aðeins að stela Þessi mér er góð. Nei, svolítið að stela mér Bollin er líka Þessi er góð. Hann er heldur mikið lægri stuður En þið sjáu það líka En sérðu, hann er ég ekkert veit- með hvort liðið vinnur Nei, eða ég eftir bara- það. þetta er líka bara 50-50. Þetta Þetta er bara gefið Í lífi United er ekki að tapa þessum Strákar, leik hvað meinið þið? Af hverju- af hverju mæta United Old Trafford og bara vinni Af hverju? Bara 2-1, af hverju ekki? Þetta þið bara getið ekki neitt Hlustaði bara nafla Það er svo öll að segja bara, ég get ekki neitt Þessi United ekki er voru góðir. svakalega Nei, faglegur, segir tjattið. Já. Bolli lítill, segir Benedikt Gröndal. Liverpool tekur þetta Ég- mannlið 7-0. Ég horfði mitt í þetta Kannski munurinn sem er að bolla Ég horfði í þetta Takk Á Bolli, ég að fara eftir í- á ég að fara í spjöld Svo hugsaði ég já. Þetta er 2026 Leikurinn skiptir ykkur máli Þetta eru allt svona mömmur strákararni í þessu liðu Nei, verður ekkit svona Jú. mikið. Nei, það var að spila. máli er að svo bara ef þeir verða ekki faðmast á 15. mínútu leikmennir þá já. faðmast þeir og svo fara þær allir saman út að borða eftir leikur Fara að djammið, sko. fara að djammið Já, það var að ég held spjöldi þetta verði ekki spjaldalegur. Og menn er ekki Af að passa hverju? Menn er ekki að passa Það Það eru heldur fáir það innan sem að þekkja hvað þessi Eitt leikir hérna mjög snúast góður í tjattinu. Fokk hvað ég hlakka til að sjá Ísak setja hann í Já. andlit á Michael. Það er Gunnar Berg Ég hlakka ríkalega mikið til Það er hérna Hvað er það, Ísak Bergmann þá? Nei, United Liverpool alltaf stórt Það er Já, bara já, það fyrir mig næsta leik. Ég nenni ekki að tapa fyrir þeim Ég er Nei, saman nei, ég Ég er þá líka að sammála. fara þær yfir okkur Svo við höldum þessu gangandi fyrir mig næsta leik og það er stóri leikurinn sem er settur á náttúrulega, já, þannig að fólk getur nú séðan á Shit og það er klukkan 6 á sunnudagskvöldi. Það er rosalega. Aston Villa, Tottenham Hotspur. Á Villa Park Það er verður alveg rosa leikur. leiktjami Takk eftir einu. Já. Grassi sér eitthvað sem við sjáum ekki. Hann með 3-23 á Tottenham. Er það ekki bara frekar lítið með hvað stöðu Ég Tottenham hefði er í? haldið að, þú veist að allir fattsæti eitthvað svona, hann er byrjað að sjá eitthvað sem við Það er hans vinna Hann Það er eitthvað að gera. Já, mér finnst þetta full lítill svona stöð með að við hann er, með eitthvað Tottenham er gott. Nei, með hvað lili Það ætti að vera hærri Já, ég er að segja. Já, ætti að vera Það hægri hefði allir haldið að hann sé samt Nei, alveg hann er hvað bara að horfa í þessu Evrópuleik Já, Aston Villa já, leiknul það undir á Þetta móti var Forest bestu úslið sem Tottenham gat fengið var þessi tap 1-0 hjá móti Nottingham Forest í Aston Villa. skiptir bara engum máli Jú, Nei. ef það leikur er farið 1-0 fyrir Aston Villa eða 2-0 eða eitthvað þá hefur við farið miklu harðar í þennan leik heldur en hérna held ég. þennan, þannig að þetta er alveg Hann þeir spila bara- verða að skora á hann- móti Nottingham hann Forest. spila bara sínu liði Emre, hann er með 13-14 leikmenn hann þekkir þetta manna best að þessa Evrópuleiki hefur unnið þessa Evrópudeild Já. mann oftast og hann bara vinnur Tottenham Tottenham eru too good to go down ég er sammála því segir hérna sjá hvað Við stendur erum það En er Vestam það ekki líka? eru Tottenham too good to go Já, down? Nei, bara alls alveg ekki meistarar. bara ekkert Bara eðlilega sem lélegt klúbbur. ekkert eðlilega lélegt lið Það er strákar, klúbbur ef þið saman. horfið á hana leik og ef ég mætti hendi í eitt bettbildi svona bara frá mér Bara frá hjartanu? Þeir eru búin að runga Liverpool og United Verður þetta faglegt eða er Þetta þetta verður bara hjarta? Glemtir að gera bettbildur á hann að leikur þetta að gera núna? Nei, hvað er bettbildir? Þannig að það ert ekki að fara að drífa þig Ég er bara, ég Setjum er á Tottenham vinnur Setjum á Tottenham vinnur Setjum á yfir 2,5 mörg Þetta var 1-2 Tottenham eitthvað svo leiðis Setjum fyrri hálfleikur Tottenham Hotspur yfir 0,5 mörg Er það? og setjum hotspinnur Aston Villa liggi svolítið í lokin á Tottenham þannig að Aston Villa sé að fá yfir 5,5 hotspinnur hvað fáum við? Já, 8,5 eðlilega Eðlilega, það er mjög margt sem 8,5. Það er mjög margt sem það er að þetta er gera eitthvað lélegasti stöðul sem ég séð Já, þetta ætti að vera Hvað 20 meinarðu? Já, Nei. jammi, jú Er það eitthvað grín? Já, nei, ekki Þetta nei er bara þetta er vel doable Tottenham kennst yfir 1-0 í fyrir áleik Aston Villa jafna 50 annari sama tíma og ræsir út Jammi, Tottenham skora sigurmarkið. Er margt með skallaða? Já, það geta alveg gert Aha. Já, Já. 8,5 Let's do this kids Þetta er svakalega Takk en nei takk segir Benedikt Gröndal ábyrg spilamennska strákar ábyrg spilamennska Ábyrg spilamennska Skulum ekki láta ekki inn okkur Það má alveg hafa gaman að líka Jammi er ójabæði Það eru 5 eururnar Þetta er rugglaði bettbildir, já, menn er ánæði með þetta Elvar, já. 8,5 Púlis er mjög ánægð með þetta, klína 5 eurum á þetta Púlis er nýkomin Og kassa Ég er vant sér. ske kynni Hörðu strákar, þetta er rosalegt Þetta verður svakalega leikur Ég- Það verður vikinn, þetta er góðu tími 6 á sunnundi Nei, þetta er hræðileg tími, þetta er onni allt þú veist. Það er einhvern veginn allt í gangi að nástu tími Nei, ég heldur þetta að íslenski boltinn sé 4 eða ekki eða er hann kannski á sig Stjarnan í F4 og síðan F á fram klón 6 Já, og hann er nú Keflavík- enginn ára F á fram Nei, og síðan er kannski umlöfu tími ég er náttúrulega bara mættur að vinna Þeir þarna. sem eru alveg í sófanum get Já. ekki United get svo farið í hérna í 4 leikinn sem er Stjarnan og Íbjö Breiðablik
Já, og svo klukkan 6 þessi og svo 20 Það það er 20 Svo erum við NBA kvöldið. Karvan er ekki 20:15 Okkar menn að berjast Nei, það er í kvöld Það er kvöld, já Herðu En það er ekki samt- klára hennar leik Það er svo Bíddu, dóttar ég veit leikir. ekki rétt Býta aftur hjá fá menn ekki spá í hennar leik Jú, býttu, ég veit að gera það, ég ætla bara að segja eitt hérna, verið rólegir Farið aftur í Aston Villa Gunnar Berg, hann 11 gefin sjá mig, elta þennan takk Ég ætla að gefa hann 100 € til þess að elta hann. Shit. Já, við Ég þarf að fá frá ykkur, ég er búin að segja hvernig þessi leikur fer 1-2 Tottenham, ég þarf að fá því, Mækari Aston Villa vinnur hennar leik Þetta er 1-1 Þetta er lesið jættabli 1-1 Aston Villa vinnur leik 2-0 Kemur ekkert á orð að þú set með þetta Ég er sammálað það bara Ég er búin að bíða eftir að Tottenham falli Ég held allan að það sé bara 2-3-0 Aston Villa Já, mig, Þetta er 1-1 Tottenham Nei, 2-3-0 Hann var aðeins- Nei, það er ekki Ég- séns mér Strákar, finnst- nei. Ég Hann held var að aðeins að vakna þetta Savi Simons, hann er átt Solanke er átt Richarlison kemur inn Já, það er eini gæði sem getur bjargað tóttanum er hann Hann er náttúrulega átt Mattisson er að detta inn Já, hann er ekki búin til einn með eina víndi í vetur Gæðingu. Romero er átt út sísón Þetta er 2-3-0 Aston Villa Dansjó Já, og svo kemur naflinin á miðun stjórnarspilinu Hvað þæl er þetta? Það er bara að kemur maður fyrir mannstað Það er alltaf gaman að Þetta er 2-3-0 Aston Villa og Tottenham fell Þetta er 1-1, tækir 1-1 fyrirfram Nei, ég vil bara sigur Já, Bara ég veit, þú sigur. vilt Þetta það. er Tottenham sigur Nei, Það er bara þannig aldrei Er hjá mig hættur að vera klókur í betónu? Nei, ég var mjög klókur á það er netta bara kemur alveg fyrir Strákar östutt, þá fyrir við í næsta leik og það er mánudagur, hann er svolítið geggjaður vegna þess að sko Chelsea Nottingham Forest klukkan 2 daginn á mánudaginn, það er bank holiday í Breitlandi Já, Já, takk Nafli, hvernig sér þetta fyrir klukkan 2 á mánudegi? já, ég get sagt að ég var náttúrulega bara í vinnu á þessum tíma Það er ekkit bank holiday á Íslandi Nei. Þannig að- Aldrei bankhólindi á Það er nóga leikskólanum fríum hjá honum þessum endalus ykkur í starfstæðar En maður er einhvern veginn að Það fer að koma suma frið var lokali sko. Já, já. Já, já, það var nú gaman í júli þegar það verður kemur mánuður sem myndir lokað En þá er ekki spilað í ennsku úrvalsdeildinni Nei, nei Ég held Chelsea að þessi Nottingham leikur fari bara jafntefli Þetta verði svona, þetta er sérstakur tími og þetta verði 1-1 1-1 Ég Chelsea vinnur þetta Chelsea vinnur Já. þetta? Ég held það líka 2-0. Þessi það geta 2-3-0 Það er Nottingham Forest, þeim líður bara eins og þeim sem slopp Ég var nafnlegur alveg á sama sömu bylgjulendin einn dag Þið eru freka vittlusir Já. En málega það að ég tel sér getur bara ekki neitt og þið haldi líka Nottingham Forest mun ekki gefa neitt einn leika þegar það fara í Evrópuleik Þeir eru ekki ennþá sloppnu í fall og þeir eru bara með Þeim betra örgulega eftir að líða þannig að þeim sé sloppið Það er Það engin fer umræða um það Þetta núna. fer líka svolítið eftir En hvernig svo er Tottenham og Vestam vinna bæði Ég segi það. Þá er þeir byrjað að Ég svitna segi það og þið eru mögulega að spá því hérna Guð og Gokki og málega það ég bara tel sér getur ekkert Nei, þeir vinna satt leikinn Á hverju vinna þeir hann að leik? Ég bara er heimaðalli og Strákar, það er eitt Þeir eru ekki búin að vinna leik í margar mjög Stoppið þessu östu Setja bara á Keflavík, Liverpool og Spurs Það er 63 stuður Sí Já, ég myndi ekki vera Keflavík, Liverpool, Spurs Allt liðið sem þekkja Keflavík á kunna að móti vinna Viking og Liverpool á móti United og Spurs á móti Aston Villa Þetta eru 0% Já, það er líka stuðullin eftir því Já, já, Það er ekki verið að vera 630 skulum ekki eigða ómöglu tími í að ræða þennan Nei, sigur. þetta er bara komið Strákar, Ég held að þetta leiti í X2 þessi leikur og það er vantilega bara miklu betur stöður til þennan að tjála sér vinni Nottingham Forest eru bara drullu Hvað góð getur við fengið á X2? herri, Stefán Kongur 222 100 € Stefán Kong, strákar Hvað þarf virkur lagergómur að gera fyrir smá ammo? Við erum alltaf gaman að mönnum sem eru svona maður er verkamaður sjálfur 222, 160 Nottingham Forest er með betar lið en Chelsea Nei, Mækari Þeir eru bara smá þjálfarrögli Chelsea valtar yfir Nottingham Forest Ég held 2-3-0 Það er þægilegt Sól Everton, Manchester City síðasti leikur, hann er klukkan 7 á mánuði Þetta er óþægilegu leikur fyrir City maður Já, Þetta þetta er ekki gott að eiga þennan leik inni og Arsenal jafnir búin að vinna þarna fúla með eitthvað 2-3-0 Það Þeir verða- bara hafa ekkert annað að gera Þeir eru búin að hafa góða kvíld núna Þeir verða Já, Siggi Helg og félagar að fara mikið með prógramið í mæ já. hvað sé á móti þeim, er samt með jafnmarga leiki á Arsenal en allan er kvíldi búin að vera fín fyrir þennan leik Já. hún verður eitthvað í 9 dagar Hekkart Jól er aldrei að fara Hann bara vinnur hann leik síðan fá þeir aftur nokkra dagi kvíld fram að næstu helgi en síðan fara þeir í þessa midweek leiki Lendi bolli í sama slís og hemmi Hreiðars Sá er rauð Þetta er að vera elda með hemma Það var sól í gær. Það varst elda fyrir þróttarinn í gær Ég er alltaf með matinn eftir leik. Já, ég skal kenna þér Fyrir eitt gestaliðið. Ég skal kenna þér eitt, þegar er sól þá ætti að reyna að vera í skuggan Já, ég bara gleymur og þetta ekki að vera í Svo sólin maður komin aðeins í öls Mækari, mínus 1,5 með fríkass á City Já, ég bara gerir kröfu á það Já, En ég er sammála að bolla þarna Ég er bara skítrættur í þetta Everton eru ljón segir heimavelli Ég held samt að Moisarinn hati Arsenal sko Já, Já, ég er bara eitthvað að segja mér það Þú er ekki Arsenal Vist það líklegt
og hérna eins og okkar gamli Sam Allardyce, hann hataði Arsenal, hann var alltaf til að Ferguson að taka titilin, hataði Arsenal, ég held að svipað með Moisaran og ég bara gerir kröfu á þér, ég held að þetta var erfitt en ég ætla að segja að City bara merri þetta með einu marki. Alltaf bara 1 mark. Ég held að ég myndi ekki þóra 1-1,5 en ég segi, þeir eru búin að góða kvíld, þeir mæta allir ferskir, besta liðið þeirra og þeir verða bara að fara all inn á Everton. Ef þið skora snemma þá held ég að þetta gæti orðið þægilegt, en ég er ekkert sem ég gerir það. Þannig að ég segi bara City vinna, það verður gaman að fá þetta mánudagskvöldi samt. Mesti Drewsbury Hall leik, þú skora leikur sem ég séð, ég var að taka hann út úr draft fantasíliðinu mínu, því ég held að hann ekki geta neitt í þessu leik. Og þá skorar hann. Hafþór Oddsson er ósammála. Já, Hafþór má vera það. Þá Þá eru búinu með enska. Má ég giska á hana leik? Mátt tjá þau mann. Ég held að það eru búinu að því. Það er ekki að tjá sig um sekundu. Nei, ég er bara búin að vera Til hvað sér henni í þættinu? Tjá sig um þættinu. Já, er það lagið þínu? Ég fá að segja mín svona 10 sekt Það er fórnalagstali. En ég held svona í alveg tala hættum þessu gríni að þetta verði bara öðvöld fyrir City. Þeir þekkja þennan leik upp á hár þegar þeir eru komin á þennan ástíma og þetta fyrir 0-3 fyrir City. 0-3 fyrir City, það er ein spurning og tjattunum að bli til þín, það eru stelpunum að snabla í kvöld í Keflavík móti Haugum, hvernig fer þetta? Haugarnir er að fara að vinna þetta. Ég er bara miður fyrir Keflavík og alltaf góða samfélag þar. Haugarnir eru bara betri og ég held miður að Keflavíkingar ná ekki að svara með Siri. Kíkjum á baráttunum brauðið. Þetta er síðast. Og þar náði ég í helviti gott, Tottenham Hotspur vann. Tindastóll vann ekkert stjörnuna sko. Stjarnar vann Tindastól. Já, það er náttúrulega ekki furðótt að maður sé neðstur þegar ég þarf alltaf að vera að tekka á hverju einasta helvíti spetti eða Ég ætlaði að ég myndi ekki að kommenta Ég er fljótur að sjá svona sko. En þeir eru bara svo miklu þeir eru svo sanngjarnir þessi strákar. Hilmar skrifaði og þeir bara borguð út. Það er ekki furðótt að maður sé neðstur í þessu, maður þarf að vera með augun alls. Þetta er ævintýralegt. Sör er aðeins byrjar að gefa eftir, en við skulum sjá hvernig staðan er. Staðan er ekkert rétt. Staðan er ekkert rétt. Hún er rétt allstæðan mínusum frá. Þeir eru með Er ég ekki bara ná naflar? Jú er ég að koma sterkur inn. Geta ná mér 1-1. Koma tilbaka þarna. Ég geti actually verið komin í topparáttan þegar Tottenham tekur Aston Villa. Þetta var áhugavert. Ég hörðu, Championship, það er rosaleg loka umferð í Championship. Ég baði ykkur að gera Championship seðla. Kíkjum á þá, Championship seðlar. Hún er núna bara, það er bara að byrja eftir 40 mínútur. Það er allt vitlaust. Sjá þetta, Bolli komið sinn, Hull City sigur, Derby County sigur, yfir 2,5 spjöld í leik, 4,77. Ég sé þetta ekkert klikka. Það var hinskilin. Sko, Derby County, þeir bara verða að vinna. Þeir eiga veika móna að fara upp. Ef að Wrexham og Hull tapa. En þannig Bollin basically að segja að Hull gæti farið upp. Ef að Wrexham gerir jafntefli að tapar á móti Middlesbrough. Korrekt. Fyrir við næsta, Championship seðil. Þessi er góður. Hægt að elta hann að sjálfsög. Hann er komin inn í spjallið, hægt að elta. Og það er Mike, sjáu þetta Hull City, þeir eru allir á því Hull City Hann er meira sem búin að Ég fekk hærri stuður. Hann fekk 1,99, ég fekk 1,89 Það er alltaf að vera að svindla Bæðileg skora, já, Portsmouth Birmingham Já, hvað að taka 1 til ækastöðurinn valdi bara eitthvað Mér veist þetta samt alveg ágætt Þetta er leið sem hafa enga að keppa Middlesbrough og jafntefli, Middlesbrough er með betra lið en Wrexham er rosalega pressa á sig þessu leik Middlesbrough getur líka ennþá stólið öðru sætinu með einhverju ótrúlega úrslitum öðru leikjum ég heldur gera það ekki en Middlesbrough er bara miklu betra liðaldi og svo er Ipswich að búið Kúpi eru bara búin Ipswich verður að vinna Ipswich fer upp með sigri stuðlinn eftir því Millwall fyrir upp Darbynar playoffs eða mennin í spjallinu þetta er áhugavert förum í naflan sjáum Championship seðilin hans ég með 6,14 frá Mægarunum það er ekki naflinu glemt þessu Nei, ég var með rosalega seðil ég var mjög spenntu Já, hann fór í both team to score í öllu leikjunum Ég tók both team to score í öllu leikjunum Both team to score í öllu leikjunum Hvaða stuðl er á því? 600 og eitthvað Þetta er stemning why not? Þessi leikir í lokin á þessu tímabili er ofta algjör bull Ég ætla að setja 10 € á þetta en málega þetta mun aldrei detta það getur verið ég sleppi Ipswich-leiknum ég sé að Ipswich er mjög fókusar að komast upp en þetta er 2,05 á það Nei, hann sleppi í því ég ætla ekki að lækka stöðunum 2,05 á það Ég ætla ekki að lækka stöðunum helming Ég ætla ekki að sleppa því En þetta er, þú veist, bara clean sheetið er að deyja í boltanum og þessi seðil Ekki fyrstu deildin á Íslandi
Nei, Þar spila menn upp á það að ná í stig en ekki að bæta sig skilur eða reyna að ekki hafa þetta skemmtilegt sko. En ég bara, þessi nú þetta séðileg til gammaski herður Já. Ég ef hann dettur þá trúlega þarf maður að brjóta 8 óláti sínu og fara ekki heim á kottan eftir vinnukvöldu. Nei, þá fyrir við út. Ég var að senda einn í spjalli núna. Hvað er þetta að vinna í kvöld? Það Keflavík Haukar í Ég held ég kvennakvöldu. að vera búin að senda hann, ég var ekki búin að senda hann. Hann er komin hérna, kíkja á þennan strákar, þessi er faglegur. Og Millwall bara sæki í byrjun og skori bara strax á móti Oxford, sem eru fallnir. Hull City pressi gríðarlega á Norwich í fyriráleik, þeir verða að skora. Fáið yfir 2,5 hotspinnur. Wrexham millisborðu verður bara læti, það verður bara tæklingur út allt og Ipswich komist yfir á móti QPR strax í byrjun, 4.93. Góðu segil. 4.93, þetta er championship og það byrja bara eftir. Ég eldi þetta. Já, 20 mínútur cirka, hálftíma. Veisla. 11.30, byrja til 40 mínútur. Ég þarf að komast inn á netið þar. Já, við gerum það. Við komum þér inn á netið. En það en síðan er leikur leikjana í nótt maður. Já, fyrir Östud NBA. Já. Við vorum ég er enda bað því að gera seðil en þú gerir það líklega ekki. Ég skildi ekki alveg þetta spjall í gær. Ég held að var að fara að meina kvöldi. Nei, já, þú varst alltaf miskilum í þetta. Ég var með bildir á þessu leik og við getum ekki að sjá hann. Kíkjum aðeins á það. Ég ætla líka, útskýru samt hvað er í gangi. Það er fullt af bólum að núti sem ekki Já, hugmynd hvað er í gangi. það er sem sagt í nótt er 8 leikur, Game 7 8 leikur í NBA er ekkert eins og 8 leikur í Íslandi eins og í handboltanum þegar undan vinna 2. Þetta er 7. leikurinn í seríunni og þessi Boston var með þetta í höndu sér, búin að tapa síðustu 2 leikjum og við erum að leiðin aftur í garðin. Þetta er segjali sem ég er með. Þetta er Boston Celtics vinnir með meir en 5,5 stigum með bara 6 plus. Tanis Maxi minn maður með 20 stig plus. Já, hann gerir það. Tatum setur 2 þrista. Brown setur líka 2 þrista. Nemis Keita, hann er setterinn hjá okkur. Hann að fara að rífa niður 7 plus frá águst. Já, hann er sterkur. 1 mile hann er Portugal eða ekki? Jú, 1 mile eða Peyton Pritchard, hann fer yfir 10 stíð. 1 mile, já. Hann er bara 70. Og Sam House það bara 1-3 stíð. Hann er ótrúlegur. Hann er það, hann er skemmtilegur leikmaður. Er hann í hvað liði? Celtics. Þetta er allt Celtics hvað er nema Tyrese Maxey. Já. Og síðan ég ætla að sína reitt, ég þetta í Celtics og þú ert í grænulit síðan ég með hérna þú átt ekki svona þetta er ringur þetta er 2024 NBA ringurinn. Wow, þetta er rosalegt, hann er með ringin Já, það er nú ansi langt síðan þið Sixers-mennunum svona. Hvað var það ekki hann hérna ekki Moses Malone heldur hann hérna Julius Erving? Dr. J. Já. Varstu fættið þá hjá mig? Hvað er þetta, 74 eitthvað sem Sixers síðast? Rólega eftir Wakely Ég elska gæja svo hjá mig, ég var eitthvað að segja þetta daginn ég elska gæja svo hjá mig sem ákveða ungir að hafa lífið sitt ömurlegt með því að fara að halda með liðu sem vinna aldrei neitt hann að fer bara í gröfun einhvern tíma og hann á einn Evrópudeildarmeistaratitil með Tottenham og búið og Evrópumeistaratitil sem endan kannski felldi liðið sem en okkur velja menn ekki aðeins betur. Nei, ég skil þetta ekki. Við förum með hjartanu ég heldur reyndar að Hjemmi hafi valið Sixers bara í síðustu viku. Þór Akureyri Káa, það er early epic win á hann á bæði. Það er rosalega. Þetta er bara gefins. Þannig að Káa ekki stifir 1-0 þá fæ ég borgað. Þór kemst inn yfir 2-1 fæ ég það aftur borgað. Nei. Ég er að spyrja. Jú. Þá komast þið bæði yfir í leiknum. Þú fær víst borgað fyrir bæði. Er það stókar? Fæ ég borgað þá bæði ef þið komast bæði yfir í leiknum? Já, væntanlega. Þetta er bara gjöf. Þeir það. Hvernig sjá hennar leik? Mækari, við byrjum á þér. Þór. Ég held að þetta er bara stemmingsleikur. Ég tjáði mig náttúrulega vel þetta í þungavíktina á 5. Það eru 1500 manns á þessu leik sem ég þarf að fá okkur upplýsingar frá Þorkil á þessu snillingum hérna í stjórn KSI. Hvernig geta verið 1500 manns á fótboltaleik á Íslandi þegar þetta er ekki lokaðir vellir sko. Við getum verið með 5.000 manns. Hvað okkur má það ekki? Ég bara skil það. Máttu ekki standa það einhvers staðar? Þetta er bara ótrúlegt. Þetta er bara þvæla. Algjör þvæla. Það er hljóta að vera að vinna í þessu.
Það er bara eitthvað uppsett 1500 manns Ég held að sé ekki að vinna í þessu. Nei, örugglega ekki. Enginn að vinna í þessu Nei, Það vinnur enginn helgar hann Nei, þetta er ekki nafli, kannski kallaða naflan til og borgar við vinnu. Má það ekki eftir þetta, akkur geða ekki eins og við þrótturinn gerðum hérna á móti Háka og Þór, það er bara sett. Ég meina, við vorum bara tarfið í þættunum að síðast, ég meina, Káaringar standa bak við markið fullt og standa, ég meina, við fórum nú hérna á Káar Skaga, úrslitaleikinn 96, á nú fyrir þeirra tíma, að þá voru 6.700 manns á vellinum og flestir bara í brekkunni, sko. Og ekkert vesen Þetta er Þór Káa, ég er, útskýrða fyrir mig, nafnið þú þekkir það kannski best, er einhverja reglur í Ísland og megi bara selja í sæti? Það getur ekki verið þegar önnur sjáum eins og Víkingur með palla, Víkingur Reykjavík, þeir eru palla. Það standa menn allavega á Káaröllinu. En ég bara... Ég held að, þú vilt fókus á leikinn. Ég vil alltaf fókus á þetta við hliðina því að það þarf að fókus á það líka. Leikurinn er aukadri. Podcast að fókus á all hliðina Það er flott Við erum hér að fókus á leikinn, Káa vinnurinn að leik. Það er svoleiðis Ég er ekki svo viss um það. Ég vona ekki eitt sko, ég held bara að þeir mæti fárálega gýraleg, þeir eru með 1 stig sko. Já, ef þeir náttúrulega tapa þessu, þá er sko... Já, þá bara 9 stig Þór, þeir eru með 1 og bara það er Hallgrímur Jónsson að finna sér eitthvað nýtt að gera. Það er svolítið þannig, en ég er mjög, jafntefli stöðlinn þarna helviti sexy sko. Sammála því. Þessi leikur leiti alltaf þangað. Það sem ég ætla að gera, förum í leikmenn, ætla ég að vera klókur, og förum í að Daniel Djuric skori. Og Þetta er nefnilega ektaleg við Takka niður í mækörunum og fleirum sem eru búin að gagnrýna núna Við þekkjum jafnvel sko, þú veist hann getur vel verið að fá líka spjald sko Já, mér er mjög gott að vera með 4 í stöðul að mann sem byrjar á bekknum sko Þetta er að byrja á bekknum Það get ég ekki mynda mér annað, ekki nút að ég hálfleik í síðasta leik og nú kemur Hallgrímur inn og Oliver er komin og besti maður í síðasta leik Hvar á hann að spila? Þú ert ekkert með Káa að fara inn þennan leik og ert ekki með Djuric, þetta er leikur fyrir hann Já Hann elskar svona. Þetta er áhugavert og Ég bara veit ekkert í byrjunlegur ég kemur ekki orð að myndi vera bæsnum Ég myndi alveg býða með að sjá hvernig byrjunlegur en ef hann byrjar þá skorar hann Það er stemming Fínt betti hann byrjar Þorpið, Þórvinnur það er fullt af admin specials annars sem getur nálgast Ég er bara agalegt að vera ekki Það er svo mikið að leikjum, það er svo mikið í gangi núna þetta er eiginlega bara skemmtur bara fram eftir sko. Nei, þetta er Valur Káur, þetta er ekkit venjulegu leikur Valur Káur Förum við Valur Káur Íslenski draumur Nei, Nafli, þú ætlar að byrja, Valur Káur og ég hitti stjórnarform eða einn af fyrirvændi framkvæmdastjórum Vals í gær Styrmir, hann var á Þróttarleiknum og hann var rosalega bjartsýtt fyrir þennan leik fyrir Valsarana getur vel verið hans í bjartsýn og þeir eru búin að vinna 3 leiki í röð en ég held að Káringar sé bara frá að mæta þetta þeir eru frá að vinna ég held það líka sáum þetta minnum eftir leikinu byggarnum mikið hérna breyst síðan þá en ég sé ekki fyrir mér Val verið að vinna 4. sigurinn í röð Káur vinnur þetta 2-4 2-4 19-15 á Saturday night 2-4 herðu, er Valur Mike er það að fara að pakka í vörðna? Já, þeir ætlaði að sensa í leiknum og gera það öll hinli 4 liðir sem er búin að spila og sérstaklega þessi 3 núna í síðustu 3 leikjum og Káar eru búin að vera að reyna og F og IPF sko, sem eiga nú bara verið í fyrstild sko. Þau eru búin að vera að pressa Káar þetta er náttúrulega bara vandræðilegt Nei, ég geti ímyndað mér að hemmi sé það heimskur að fara að pressa Káar en hann pakkar í vörn en þessi leikur leitar í 4-38 því að það vantar bæði Eið og Arnór Ingva og Káaringarnir fá alltaf þessi 2 mörk í leik og Valsarnir hafa bara flottir í síðustu 2 leikjum og eru bara með hörkulið ég held að þetta fari jafnteflisleikur Já, ég veist ekki að 2-2 við fáum alltaf 2 mörk á okkur, það er bara standardin En Aron Sig að skora 2,3 Ég tek það, hann skorar alltaf það finnst mér mjög vel búið Það er helviti vel búið Tryggvi Hrafn líka skora 2,5 er mjög vel búið en þess að Káaringar sko IBF og FH fengur sikkur 4-5 dauða færin á móti Káar Sko Valur geti fengið 10 dauða færin Það er eitt sem segir hérna óværs fyrirháleikur Valur Káar getum við fengið að sjá það, er það hægt? Fyrirháleikur Já, sammála því, fyrirháleikur er alltaf miklu fleiri mörk á Káar í fyrirháleik bara sjá yfir 1,5 mörk Káar fyrirháleik, en bara leiknum í fyrirháleik yfir 2,5 Það er 2,86 Já, í fyrri Það verið 3 mörk í fyrirháleik Það er bara alltaf 3 mörk það getur verið komið 3 mörk eftir 7 mínútur sko. Þetta er áhugavert En Káar 2 mörk í fyrri Já, ég held bara að þetta verði ekki jafn mikið af því að ef það vantar þess að sérstaklega Eið Gauta, þetta fer svo mikið í gegnum hann þótt að Óskar segja kom bara maður í mann stað þá er Stefán Árni bara ekki næstu jafn góði framherji og hann Eiður Gauti Förum í næsta leikstrákar ef hann er ekki með Það er fullt af specials inn á Epic þið getur séð þar IBVF Breiðablik það er
Já, sýndi þinn ekki gefið myndi Já, nei, hún er Já, bara mjög gefin það er Hún síðan- er mjög gefin Bolli Þetta var mæti þyrlu þarna Breiðablik. Sýnd veið ekki gefin. Þetta er bara Sýnd veiðin er ekki Nei, gefin. þetta er bara sýnd veiði gefin. Er það Hún svoleiðis? gefin, já. Já. Þetta- Breiðablik vinnið þetta Mínus bara. 1,5 Við erum Breiðablik. ekki svona að fara að spá í þetta Ég- Mínus 1,5 Breiðablik. Ég- Það er svoleiðis. sko, IBF getur ekkert, Já, er ekkert að rífa sig í gang. Ég er stórkostlega áhugjör Ég um meina, gömlu menn félögum eru farin að kalla eftir hausnum á þjálfarunum núna bara strax Þetta er Það er Ég- auðvelt að við gera það spíla með, alltaf þegar það er útlendingu við stjórnum Nei, bara spílamennskan er bara þannig að þú veist, þetta er ekkert boðlegt í efstu deild. Nei Og En, þeir líka en kannski rífa þessu upp í þessu leik, en ég sé það Nei, bara það er ekki. ekki séns, ekki þessum Þetta er Þægilegu leikur verið Breiðablik að fá. 3-4-1 Já, og komandi úr þyrlunni og eitthvað svona Já, bara stemning Ég hitti Óla Inga Skúla á föstudaginn. Hvernig ert þú ekki búin að hitta um helgin? Það eru bara Hey, við- félagar Er einhver sem þú ert ekki búin að hitta? Já, svona einn og þau Hann var helviti bjarsýtur í hann leik. Ertu bara að ljúga það? Nei, þetta er satt. Ertu bara að hitta? Hann svo sem mittist ekkert á leikin. Ég sagði að það verður byggður ykkur að ríkalega ferð með Herjóli og vesan eitthvað. Hann sagði já, við erum að reyna að leysa það. Svo kom bara fréttan. bara hold my beer Já, bara þyrla. Hann hefur hitti, hann hefur ekkert nett að segja við því. Já, við erum nú reynda bara að fara í þyrlu sko. Það er bara- En máli er að þeir segja þessi þyrlan sé ódýrari kostur heldur en að gista þetta með hliðið sko. Já, en byrju, Sem einn þyrla fær ekki marga reyndar þyrlur Ég ætla að reynda að fá að við að fengja Já, það ég ætla að segja það líka. Ég ætla- þetta er bara eitthvað round bull- fucking deal. bull- Hvað þarf margar þyrlur eins og Bolli segir? Ég menna, hvað komast margir í þyrlu? Er þetta ekki bara í svo eitthvað Vietnam dæmið? Þau komum bara En byrju, það þarf að Þau verða taka með hérna Apocalypse Now. Hvað var þau um að leigja gömlu góðu flugvölin? Ég er Já, reddukall ég fyrir utan það, ég skil það ekki. Okkur fóruð í þyrlu. Ég er- já. Sorry, ég er nú engin þyrlukall. Ég hef aldrei gaman að vera í Nei, þyrlu. ég bara myndi ekki fara í þyrlu Það er bara hann. Förum í næsta að tala um þyrlu. Það er þyrluleikurinn Stjarnan Ía. Þyrlu. Búið að færa hann, hann átti að vera upp á Skaga. Já. Er ekki tilbúin með öllin. Ég held að Nei. það sé slæmt fyrir Skagan og gott fyrir Stjörnuna. Já. Stjarnan er hvað sem er bara búið með 2 heimaleiki og 2 útileiki. Þessi leikur, hann líkta svo mikið að jættibli. Já, nei, Skaginn hefði ekki tapað held upp á Skaga og grasinu. Nei. Ég held að Stjarnan vinni og Þeir bara... verða að vinna Já. Nei, Stjarnan, þeir geta ekki tekið bara annan heimalegjur Nei, press á báðu þjálfur. Já. Þetta er mesti pressuleikur helgar. Það er Já. rosalur Sammála leikur því, það er nefnilega mikil press á þeim báðum Já, það er mikið press á þeim báðum. Ég ætla að segja jættibli. Já, ég held að Stjarnan vinni þetta Já. Já, Ég var til að Gísli Eyjóls myndi fara að ríða Er hann ekki átt? Gísli Eyjars var átt í síðastæli, Gummi Tóta kom inn eitthvað tæpur, Rúnar Már er ekki búin að spila neitt. Það er bara að Ég veit kjæsla það þessu ekki. kvöldu saman Þetta verður, það verða mörku í þessu leikstrákar, yfir 4,5. Stjarnan -5, takk, segir Elvar Þór. En Markus Páll skori, hvað fáið það? 3 Já, en yfir 4,5 mörk. Já, verður svoleiðis. Ég held að þetta verður fullt af mörkum í sleik, þetta er alveg, þetta eru Þeir lélega eru sérfræðingarnir, ég er bara hérna Stjarnan alltaf að skora 3 mörk sko, og Skaginn skora, Stjarnan er með lélega vörn. Ég held að þetta verði 3-2. 5 marka leikur. Já, 4-2. Já. Strákar, FH Fram. Já, þetta er leikur FH-ingarnir, sínd veiðin, ekki gefin. Eða hvað? Ef ég hérna, Ég horf ekki þannig leik tek maður besta leifi að vitni þátti minn en einu sinni og þá sagði ég þeim að Framar með betri menn en FH í öllum stöðum á vellinum og ég stendu það 1 og 2 dögum setna þótt ég skipti stundum með skoðun Já, en ég ætla samt að segja að FH ná í jafnteflisleik heim öll því að það er náttúrulega ef FH tapar þessu leik segjum bara 1-3 eða 0-2 eða eitthvað þá geta þeir verið þarna upp á skrifstofu Davíð og Viðarsson og allir þessi toppmenn og tala um það hvað sé vekkferð sé frábær hjá maður er ekki að fara út af henni sko en þeir eru ekkit káir frá því fyrra sko þetta er bara miklu lélæra lið og þá er þeir með 1 Þeir eru sko alveg langt á eftir káir. Já, ég veit ekki alveg hvað er að reyna þau tapist leik, það er með 1 stig eftir 5 leiki Þá er alvarlegt komið. Þá eru menn byrjar að en auðvitað áfram að sko Rúnar Kristján verður brjálaður ef hann tekur ekki 3 púnta sammála þín afli Já, Rúnar ég er Kristins. sammála því, hann vil þeir eru með miklu betra lið Stefán Já, Páls. það er bara Kjartan Kári sem eru einmitt, Já, sem að var þetta, við fengið þetta hér það var rándýrt lið þetta framlið rándýrt Ég lið heiti Stefán Páls í gær á Þróttarvelli. Framarinn gefi Það er, ég sá þetta mynda á honum Ég á nú bara mynd af því Og hann var Ég trú alveg þessi ég trú ekki hann að við hitta hann Ólaf Inga þarna. Ég hitti Óla Já, Inga. ég held að það Út sé að borða á líka. brasa í hátteginu. Býtu, svo hittir hvern annan á sem þú sagðir á hann Það var bara Það var Styrmir hjá Val. Styrmir hjá Valjó, hvað hittir hann? Á Þróttarvelli líka. En þegar þú talaði Messi á 15, hvað er á Messi? Það var bara Það var FaceTime FaceTime. Það er að feista Ég er sammála með ekki að fram meira að fara að vinna þennan leik. Ég sagði því aftöfli Já, þú ert fyrir Ég held að fá ná eitt í aftöfli á grassinu Framvinnu Já, verða illa á hana Töpum ekki heima öllu Töpum er þetta fram í fyrra Keflavík Víkingur, er þetta ekki bara walk in the park fyrir Víkingana? Keflingar hérna á spjallinu, þeir eru brjálaðir sko. Já, Þeir ég eru ætla brjálaðir. að bakka keflingan og spjallinu upp Þetta voru mjög erfiðleikur Víking Já, á En það grassinu í vantar náttúrulega þessi Víkingar þeir eru klókið með
að þeir eru með mjög stóran hóp og svo lána þeir svona cirka einn í hvert lið og svo má hann aldrei spila og besti leikmaður Keflavíkur einmitt einn af þeim og það mun muna heil mikið fyrir þá en ef Nacho heill og kemur hann inn í staðinn í Hafsendin þetta á grasinu Keflvíkingarnir hafa verið eitt af 4-5 bestu liðunum í þessari deild í fyrstu 4 leikjunum sko. Ég heldur hvað getur fengið á að Elías skori þetta heitast leikmann deildarinnar móti sínum gamla félagi ríkala góður maður 2-3 ég held að Elías alltaf að fara að setja hann í þessum leik en Ljúbisic Stefán og Ljúbi 3-25 en Eiður Orri minn maður fyrir hundi læri sveit Eiður ekki með Eiður verður sannleik með Eiður Orri er það meittur eitthvað tæpur Eiður Orri ekki með og hann ekki með hann hérna já, þá Jón Skarp segir Keflavíkur alltaf að sjokka ykkur sérfræðingana ekki gera sömu mistök Þetta kom óvart á móti Káa bara á allt öðrum stað en Keflavík Herðu, áður við hættum þá langar mér að fá frá ykkur 2 leiki sem þið ætlaði að setja á bara straight win þú ætlar að velja 2 leiki úr körfunni og maður NBA og maður vera bara íslenska þú ætlar að taka 2 leiki mækari úr ensku úrvarsdeildinni þú ætlar að taka 2 leiki úr bara ensku úrvarsdeildinni líka ég skal taka íslensku íslensku og þú tekur ensku úrvarsdeildina ég tek Champions hann er enskur ok, ég ætla að byrja ég skal ríða á vaðið og ég segi Ipswich win Erum við að setja saman í seðil? Já, bara eitt stóran Ok, skemmtilegt Þannig að þá má þetta alveg vera lágstuðull Já, absolutt, þetta verður alveg 8 leikir sko. Absolutt Ipswich win ekki Ipswich hana? Nei, þeir eru næst, ég fann það heldur ekki í gær ég var með það sem mannst ég senda á okkur Já. Það var bara í tölvunni minni sem þið voru Já, nei, svo þurfti ég að fara eitthvað neðar og í meira Ipswich og ég ætla líka að segja að það er Millwall, Ipswich og Millwall Ok, koni 2 Já, ég segi að Celtics og Detroit Pistons vinni sína leiki Celtic, Detroit Pistons, NBA Þetta er eitt faglegur Ég ætla að fara bara í Gilsa dæmi ég segi Arsenal og City klári sína leiki og Barátsan heldur áfram Arsenal, City Breiðablik klárir í BF og já, ef ekki vera faglegir Jú, það er mikilvægt að allt hitt getur leitað einhvern veginn úrslit nema Víkingur á að vinna Keflavík Ok Víkingur vinna Keflavík Sjáum hvað það fá mútur þessu Þetta eru 8 leikir Sérfræðingarnir völdu 14-49 Þetta gæti verið nýja trendi hjá okkur Já, þetta er skemmtilegt Já, þegar þangað til að í hammin grætir naflan í kvöld og svæðverðan síðan þegar Boston fer heim Nei Þá er ég ekki vissum að ég mæti þetta aftur á lögðu Herru, strákar, takk kærlega fyrir að koma búið að geggja það þáttur Ég bara segi lífið heilir og sjáumst næsta laugardag Takk fyrir þig hjá minn